Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og ætla að vera með ykkur næsta hálftímann. Og hjá mér hún Margrét Hróarsdóttir sem býr í Danmörku, nánar tiltekið í Herning í Jótlandi. Margrét flutti út með manni sínum og 2 börnum 2016 og þú kannski segir okkur aðeins frá þessum breytingum í ykkar lífi og hvað þetta hefur táknað að flytja til Danmerkur. Þið flytjið út 2016. Já, í ágúst. Já. Og var sko þannig að maðurinn minn útskrifaðist sem orkutæknifræðingur úr Keili og hann ákvað sem sagt að fara í meira nám í sem sagt masterinn. En við vorum sem sagt bæði öryrkjar fyrir og þegar við flytjum frá Íslandi. Svo bara þegar við komum út sko, þá var ég eiginlega mállaus. Já, það var enga og hann lenti í því að vera túlkurinn okkar. Og svo það er nefnilega þannig að við erum með 2 stelpur sem eru með sérþarfir. Og við þurftum að komast inn í kerfi hér með þær og svona og það var mikil fundahöld, má segja. Og þannig að hann lenti svona í því að vera túlkurinn og þá var námið of erfitt í leiðinni, sko. Já. En já, við flytjum hérna út í ágúst og við vorum búin að undirbúa þetta í heilt ár áður en við flytjum og seldum allt okkar dót á Íslandi og komum hér með fulla vasa peningum að okkur fannst, sko. Og já, ætlum við ekki verið með 1.000.000 íslenskar sem að við vorum með, sko, til að starta. Eftir að vera búin að bara selja allt á Íslandi og... Já, og fá svo trygginguna, við vorum í leiguhúsnæði að fá svo trygginguna tilbaka þar og svona. Já. Og við flytjum sem sagt hérna út og skráum okkur í leigufélag sem heitir Fellesbó, sem er mjög stórt hérna í Herning kommune, sko. Það er sem sagt sveitarfélagi sem ég bý í heitir Herning. Og við gátum skráð okkur þar og lista á þess að vera með kennitölur eða neitt í landinu. Og gátum fengið húsnæði áður við komum út, sem að skipta okkur öllu máli, að vera að koma með fastan samastað. Og við borguðum sem sagt 3 mánuði í tryggingu áður við komum út og 1. mánuðinn í leigu. Og það var nú bara helmingurinn af þessu sem fór. Það var helmingurinn af peningunum farin. Já, sem sagt það var... minnum við þá 360.000 sem þess að tryggingin. Já. Og svo var það held ég 140.000 á mánuði sem þess að leigan. Og hvað voruð þið búin að vera að borga í leigu heim á Íslandi? Var munaði miklu á þessu? Ég var að borga þá held ég 170.000 sem sagt upp í Keili. Já. Fyrir utan rafmagn og hita. Já. Og þetta var sko besta stað í Herning, þannig séð. Nema, já, þetta 4 herbergja íbúð, sko, og fín íbúð á annarri hæð og það séð allt, sko, það er þvottahús sameiginlegt, sko, þannig við þurfum ekki að kaupa okkur þvottavél, ískapur og allt í, sem sagt, allt til alls í íbúðinni. Og þannig að, já, við ákváðum bara að fara í svona leigufélag og byrja bara þar og svo var alltaf, sko, hugmyndin að kaupa sér húsnæði og lifa drauminn. Og svo komum við hérna út og fáum þessa íbúð og við vissum alltaf ekkert út í hvað við varum að fara. Fáum svo kennitölunar okkar hérna nokkrum dögum eftir við komum út og skráum allt á okkur og allt það og svo förum við og sækjum húsaleigubætur og þá skipti það máli að við værum öryrkjar fyrir 2003 því að þá færði hærri húsaleigubætur hérna úti. Okay. Það gerði það verkum að því við vorum með 2 börn og öryrkjar, það heitir fortíðspensionist hérna,
að þá fengum við sko 3.500 krónur danskar í húsaleigubætur. Og leigan var sem sagt 7.500 danskar með með hita og vatni. Þannig að þið hefði fengið alveg helminginn af því Við fengum helminginn í húsaleigubætur sko, þess að því að við vorum fortíðspensionistar og sko Danmörk barnvænasta samfélag í heimi. Að hér allt gert fyrir börn og barnafjölskyldur. Þannig að við svona, já, þetta allt annað sko að koma og vera með börn. Þegar þú flytur frá Íslandi þá allar félagslega bætur sem þú ert með, þær dett út. Svo sem eins og heimilisuppbót, ég var náttúrulega ekki með hana þegar við vorum gift, eða við vorum saman, skráð sambúð. Umönnunarbætur fyrir börnin duttu út. Þannig að sko launin mín skertust verulega við að koma eða okkar við þessar umönnunarbætur voru og þurfti ég ofboðslega mikið á þeim að halda á Íslandi. En munurinn sko náttúrulega þessi að á Íslandi var ég með þær í talþjálfun einu sinni í viku og ég þurfti að keyra þangað sko á Íslandi. Þær voru í sjúkraþjálfun líka á Íslandi 2 í viku og ég þurfti að keyra þær þangað. Þær gátu ekki verið í sameiginlegum tímum eða á sama tíma. Þannig að þetta var 4 sinnum í viku sem að ég þurfti að keyra með þær. Ég hefði ekkert getað verið í vinnu til þess að sjá það að þær kæmust í þetta. Hér úti það þannig að þetta bara inn í skólanum. Og þannig að þær bara teknar úr tíma í skólanum og sjúkraþjálfun og svona þannig að þú veist það verður svo mikið meira úr peningnum. Tíman. Já, einmitt. Þannig að Og svona greinilega aðrar bætur í staðinn fyrir þær sem að þú missir af. En svo þetta samt eitthvað misjafnt það ekki. Eins og þú segir að því að þú fórst á örorku fyrir 2003 eða eitthvað svoleiðis að þá færðu þessar auka húsaleigubætur, annars myndur ekki fá þær eitthvað. Ekki þess að sko, þetta munaði 1.000 kalli dönsku, 20.000 kalli á mánuði fyrir okkur. En það reiknivél á netinu, þar sem getur slegið inn allar forsendur og fengið hvað þú fengir í húsaleigubætur. Já, nefnt. Og og þannig að það alveg, svo sko, það nefnilega það þannig að þú getur fengið lán hjá kommununni fyrir tryggingunni. Já, ok. Í húsnæðinu sem þú leigir. Þetta svolítið flókið ferli, þú mátt ekki vera búin að skrifa undir samninginn, sko. Þú verður bara að fá tilboð á þessa íbúð og þá getur þú sótt til kommununnar og þá lána þeir fyrir innskúðinu, sko, sem trygging. En þú hefur 3 ár til að borga það vaxtalaust tilbaka og ef þú nærði ekki á 3 árum að þá færðu 10 ára skuldabréf með vöxtum. Já. En þetta ekkert, sko, þetta svona mánaðarlaun, 1,5 mánuður íslenskar, sko, þannig að þú nærði alveg að greiða. Já, þetta ekki óyfirsteganlegt. Nei, þetta það ekki og til dæmis eins og mamma mín býr hérna úti líka, hún flutti hérna út og komin að eftirlaun og hún á svona erfitt með gang og annað. Og hún leigir 55 fermetra raðhús frá þessu leigufélagi og það hjólastól aðgengi og allt þarna og pallur verund sikkur megin við húsið og garður. Wow. Og að því hún hjá leigufélagi þá sér það að slá allt og hirða öll blóm og hún má vera með garð sko og gera sjálf en ef hún gerir það ekki þá gerir þeir það. Já. Og þetta ég meina, og það að leigja svona, þú slítir að þú á viðráðanlegu verði eða hvað? Já, mér minnir sko að það sé 5.000 danskar, leigan hjá henni, sem að þýðir svona 100 skall íslenskar. Já, einmitt.
Og svo að því hún eftirlaunaþegi, þá bara fær hún endalausar húsaleigubætur og svo sagt, eftir skattframtalið sko, að þá var með svo lágar tekjur og þá fekk hún bara meiri húsaleigubætur. Ég held að hún sé að borga 1.500 krónur danskar sem eitthvað 30.000 í húsaleigu fyrir þetta á mánuði. Sko. Jesús, þetta hægt sko, svo erum við á Íslandi með sko bara einhverjar, klikkaðar leigu fyrir einhverjar smá hólur. Já, þetta nefnilega stærsti munurinn við Ísland leiguhúsnæðið. Já. Og íbúðarhúsnæði og annað. Þannig alltaf, ef þú ferð í Kaupmannahöfn, þá það bara eins og Reykjavík. Eða Reykjavík jafnvel dýrar en Kaupmannahöfn, sko. En fara svona lengra frá, að það er bara tvennt ólíkt, sko. Og eins húsnæðisverð. Nú keyptum við okkur svo hús, þegar við vorum búin að vera hér ekki ár, þá keyptum við okkur hús sem sé ekki 150 fermetrar eða eitthvað, með 2 hektara jörð. Wow. Og við keyptum þetta á 20 milljónir íslenskar. Og mjög gott og flott húsnæði og að því við búum 20 mínútur frá Herning, sko, að þá var þetta ekkert mál og við fengum húsnæðislán frá svona banka sem eins og eins og Íbúðalánasjóður og svoleiðis. En svo komst ég að því, sko, ári seinna að það skiptir máli hvar húsnæðið Þú getur, sko, að því að við búum rétt hjá bæ og það auðseljanlegt eða þannig, sem sagt, hér, þá gæti ég fengið Íbúðalánasjóðslán, en ef ég bý sem sagt á stað sem dvínandi, svona eins og Raufarhöfn, að þá get ég ekki fengið lán. Nú, ok. Nei, ef þú býrð í Rassibala, þá færð ekki neitt. Þá færð ekki neitt. Ok, þannig að í staðinn fyrir að vera kannski að styrkja við byggðirnar með því að aðstoða fólk við að búa þar. Já, en húsnæðisverð sko líka svo lágt. Þú getur fengið 150 fermetra eða 200 fermetra hús á 10 milljónir, sko. Já, og þeir til dæmis lána ekki undir 10 milljónum íslenskum, eða svona meira gengi í dag. Ef að húsi kostar 400.000 krónur danskar, þá færð ekki lán frá þeim, sko. En það var eins og fyrir okkur að koma hérna út, við vorum búin að vera 10 daga í landinu, þá fórum við að keyptum okkur bíl og bílasalinn sá bara þetta fyrir okkur og tekka á bílalánum og við vorum ekki komið með banka, sko. Og það eru svona bankar eða svona, það eru svona fyrirtæki sem lána peninga á hærri vöxtum en bankarnir, sko. Ég man ekki hvort við erum með 9% vexti á þessu bílaláni sem við fengum, sko. Okkur þótti þetta nú bara djók, sko, þegar við fluttum út. Og keyptum okkur bíl og þá vorum við gjaldeyrishöft. Og það var sko þannig að við gátum ekki flutt út peninga nema að vera með reikning fyrir því. Og við vorum alltaf ekki með reikning fyrir bílnum af því við vorum ekki búin að gera neitt, sko. Þannig að við þurfum að fara í hraðbanka til að taka út pening. Og það vildi til, sko, við vorum með svona fyrirfram greitt kreditkort og debitkortin okkar, þannig að við gátum farið með 4 kort til að taka út pening og það tók okkur 3 daga að taka út pening fyrir bílnum, sko, útborguninni. Svo vorum við bara með bunka af seðlum og komum þarna á bílasöluna. Og hann aldrei, af því hann var ekki með posa, sko. Nei. En þegar þið farið, þegar þið farið út upphaflega, þá voru þið í rauninni bara að renna blint í sjóinn og vissuð ekkert, kannski höfðu þið einhverja hugmyndum að þið myndu fá einhverja betri þjónustu fyrir börnin eða eitthvað svoleiðis úti eða? Já, sko, þegar stelpurnar mínar fóru í gegnum greiningarstöð, þá var svona komin hugmyndin það að fara út. Og félagsfræðingurinn minn hjá greiningarstöðinni sagði bara að það væri allt annað líf hérna úti fyrir þær og fyrir mig. Og ég svona
skildi ekki alveg hvað hún var að meina, en sko það í raun og veru sama kerfi á Íslandi og í Danmörku. Eða sem sagt hugsjónin sama kerfi. Já, bara svona velferðar. Kerfi bara virkar hér, sko. Einmitt. Þú veist, allt þetta heimilislækni, alla þessa aðstoð sem þú átt að fá og greiningarferli og allt þetta. Þetta virkar hér, það er miklu stærra samfélag. Já. En hugmyndin góð, sko, hún bara virkar ekki á Íslandi. Já, hún finnur alveg fyrir því núna þegar þú hefur samanburðin að þetta fungerar ekkert á Íslandi. Þetta bara, já, þú veist, ég kom með greiningar hérna út, sem sagt, frá Íslandi og það þannig á milli Norðurlandana að ef þú ert með einhverja pappíra, hvort það meðlagspappírar eða greiningapappírar eða hvað það að þá kemur með það á þínu tungumáli og ferð með það í kommununa til dæmis eins og við á íslensku. Og kommunan þýðir það. Já, ok. Þú þarft ekki að þýða þá áður þú kemur út af því að það kostar náttúrulega bara annan handlegg að fá löggildan þýðara. Já, já. En kommunan á að sjá það að þýða þetta og gerir það, sko. Þannig að við sem sagt fengum svona grunnþjónustu þegar við fluttum. Við skráðum þær bara í venjulega skóla og venjulega leikskóla. Fengum svo félagsfræðing sem kom hann bara og sagði hæ og kom á okkur fund og við sagðum bara við hann, veistu það, við vitum bara ekkert hvað í boði. Við vitum ekkert hvað að gerast og getur þú hjálpað okkur? Og að því að við vorum alveg bara, sko, dúm og vissum ekkert, að þá bara tók hún okkur bara undir sinn verndarvæng og sóttum alls konar mögulega hluti sem við vissum ekki einu sinni hvað var, sko. En það svona til þess að fara fjárhagnum aðeins að á Íslandi voru stelpurnar mínar að taka lyf, sem sagt, hún var á konserta, eldri dóttir mín við ADHD og svo var yngri dóttir mín að taka melatónín sem eru dýr lyf á Íslandi og þær voru bara í þessum pakka að fá uppgreitt, að þau þurftu að greiða upp að 50.000 eða hvað það og svo farið það ódýrara. Hérna það sem sagt þannig að ég fæ niðurgreiðslu frá ríkinu af lyfinu og afgangur sem stendur út af borgarkommúnan. Þannig að ég þarf sem sagt að leggja út fyrir lyfinu yfir árið, sko, en svo fæ ég greitt mánaðarlega fyrir það. Þannig að þú í raun þarft ekki að borga fyrir lyfið sjálf? Lyfin þeirra eru frí. Já, einmitt. Og þetta kemur að þessum sama brunni kannski bara að þetta eru börn og allt tengt börnum bara... Já, nú dóttir mín sem sagt notar hún spelku. Já. Og á Íslandi, sko, þurftum við ekkert að borga fyrir spelkuna, en hún þurfti sérsmíða skó og ég þurfti að borga fyrir þá og hún fékk bara 2 pör á ári. Þannig að fyrir barn sem að vaxa og þarf inni og útiskó og svo sumarskó og vetrarskó og svona, þá var þetta erfitt, sko. Hérna þarf hún ekki sérsmíðaskó, bara þeir segja að það þurfi ekki og stóðtækjafræðingarnir, sko, þetta ekki, á bara Íslandi þarf að segja stóðtækjafræðingarnir og þurfi sérsmíða en hérna þarftu þess ekki. En á móti kemur sem sagt að því að nú þarf ég að kaupa 2 mismunandi númer fyrir hana, því að spelkan stærri, sko. Þá borga þeir annað parið og svo kaupirðu, þú veist, ég get alveg farið og keypt skó upp á 300 krónur sem 6.000 kall, sko. Þá borga þeir annað parið. En svo get ég alveg farið niður í skó sem kosta 150 kall sem 3.000 kall, sko. Þannig að ég get keypt skó fyrir hana allt árið. Og ég hef efni á því, en ég þurfti sko að borga 10% af hinum sem að ég borgaði 8.000 kall fyrir parið þar. Þannig að ég var að kaupa skó fyrir 16.000 á Íslandi. Já. Þannig að þetta sko allt sem við kemur börnum bara, það tekur langan tíma. Það tekur allt rosalega langan tíma í Danmörku, sko. Það svona
kerfið einhvern veginn svona seinvirkt. Já, það ekkert, sko, á Íslandi það þannig að þú sækir bara eitthvað og svo hringir bara í einhvern og það búið að laga það. Já, einmitt. Þú veist, og ef þú átt inneign hjá Tryggingastofnun eða eitthvað, þá bara liggur við að borga daginn eftir, sko. Hérna ertu rukkaður fyrir rafmagnsreikning upp á 8.000 eða eitthvað. Og svo kemur í ljós að þú borgaðir 5.000 krónum á mikið, að þá, og þetta miðjan mánuðinn, sko, að þá frá næstu mánaðamóti líður mánuður þá til að færa það endurgreitt, sko. Þannig að þú lánar, þú veist, rafmagnsfyrirtækinu, sko, 100 skall íslenskar í 1,5 mánuð. Það maður að vera þolinmóður. Já, það kemur alveg peningurinn, sko. Eitthvað bara svolítið langan tíma. Já, einmitt. Já, einmitt. Þarna, nú svona Facebook-grúppa sem svona stöðnis, eða svona, já, hefur verið svona samhjálp milli öryrkja sem eru búsettir úti og þeirra sem eru að íhuga að flytja út eða eru nýfluttir út á Facebook. Já, hún heitir Öryrkjar í Danmörku og alveg frábær kona sem heitir Lilja sem stofnaði þessa grúpu og ég veit ekki hvað hún gömul þessi grúpa en allir þeir sem hafa áhuga að flytja og eða eru búa hér sem vita ekki réttindi sín eða hafa einhverja spurningar eitthvað, bara fara þarna inn og það alltaf einhver sem veit svarið einhvern veginn eða veit hvernig á að finna svarið. Sko. Akkurat, þannig að það alveg ótrúlega samhjálp þarna inni. Bara stuðningur á allan hátt, sko. Já. Þannig að þú veist, það svona, já. Svo verður til önnur grúppa núna nýlega eða ekki sem að þú stofnar varðandi meðlagsgreiðslur. Já, guð, sko, vá, það nú saga, sko. Það semst þannig að ég á semst 2 börn og maðurinn minn í dag á þau ekki, þær eiga sitt pappan á Íslandi og þeir bara borga sín meðlög á Íslandi, ég man ekki hvað, 35.000 kall eða meira, sko. Og þeir borga þetta bara samviskusamlega til innheimtustofnunar sveitarfélaga hverju mánuði. Og innheimtustofnun sveitarfélaga bara borgar samviskusamlega hingað út til danska skattsins, þetta íslenska meðlag sem var 1900 krónur danskar. Og ég nota það bara, það fer eftir genginu náttúrulega. Nema ég fæ bara 1400 danskar í meðlag, sko. Og danski skatturinn situr á þessum 500 kalli hver mánaðamót. Þannig að núna í þessi 4 ár hef ég ekki fengið þetta greitt. Og mér reiknast til svona, þetta séum 40.000 danska krónur sem 800.000 íslenskar fyrir utan vexti, sko. Og ég búin að berjast núna í 4 ár að reyna að fá þetta borgað og búin að vera í sambandi við norrænu ráðherranefndina. Af því að þetta sko í norræna samningnum að það á þetta að koma. Þetta á alveg að vera, já. Og þetta á bara að ganga rosa smurt, sko. Það ekki. Nei. Og Danir eru sko þannig að þeir eru með reglur og það á sama yfir alla að ganga. Þannig að hvort sem ég kem frá Sómalíu eða Íslandi, sko, það gengur það sama. Og þó þeir séu með, þó þeir séu með samning við Norðurlöndin. Já, svo veist. Og það eins og þetta, sko, að Norðurlöndin með samningu það ef að Dani til dæmis flytur til Íslands, þá byrja bara, hann flytur 1. júní og þá fær hann bara 1. júní meðlag fyrir júní. Og svo bara fer Tryggingastofnun og innheimtustofnun sveitarfélaga að rukka það til Danmerkur og þú veist, en viðkomandi þarf aldrei að lenda í vesinni. Nei, einmitt. Ef að þú flytur hérna út að þá færðu fyrstu 6 mánuðina ekkert meðlag. Næstu mánuði færðu 25% og svo kolli hann til eftir 2 ár þá ertu komin fyrir fullt danskt meðlag. Ef að faðirinn borgar samviskusamlega meðlagið á Íslandi, þá áttu að fá þetta greitt. Það barátta út af fyrir sig, að fá þetta greitt, sko. En að fá þennan mismun skilst mér orði í dag að hafi ekki verið greiddur út síðan að stofnun sem heitir Udbetaling Danmark var stofnuð 2013.
Þannig að það eru alveg, þú veist, konur hér sem hafa ekki fengið hennar mismun greiddan í 7 ár. Já, Eða meðlags þiggjendur, við segja konur en það svona, já. Já, kannski oftast konur. Og árið 2016 voru 216 milljónir danskra króna inn á reikningi hjá skatt sem skatt gat ekki greitt út, sko. Já, einmitt. Þannig að þetta eru gífurlegar upphæðir, sko. Já, akkurat. Og svo núna var að falla dómur gegn Tryggingastofnun varðandi búsetu skerðingarnar og eitthvað svona, þannig að mögulega breytist það eitthvað líka. Það á meira við, sko, ef ég til dæmis væri ekki öryrki í dag og myndi flytja heim, þá fengi ég ekki fulla örorku greidda af því að ég hefði búið einhvern tímann á tímabilinu í Danmörku. Já, einmitt. Og dómurinn fjallaði ekki endilega það, heldur sko félagsleg aðstoð sem eru auka greiðslur í Íslandi eins og heimilisuppbót og þetta, að skerðingin var á því. Já, ekki þegar í rauninni þú flytur út að þá færðu ekki heimilisuppbótina með þér og eitthvað svoleiðis? Nei, sko ég ekki viss, sko mér skildist að því að félagslega bætur flytjast ekki með þér. Já. En sko... Þetta er oft svo tyrfið að maður skilur ekki nákvæmlega út á hvað þetta gengur. Það er bara ekki lögfræðingur svo ég get ekki lesið þetta. Já, akkurat. En svona, sko, það er einn mjög lögfróður sem kann bara kerfismál sem inn á þessari síðu, öryrkjar í Danmörku. Já, einmitt. Og kann á skattinn og kann á þetta og kann á hitt og þú veist, og hann bara í fullu starfi líka við að svara alls konar, sko. Já, ég hef fengið að vera að fluga vegginn í þessum hóp, sko, því að hún vinkona mín sem stofnaði þessa grúppu og ég fekk að fylgjast með henni mikið þegar hún var að flytja þarna til Danmerkur upphaflega. Þannig að það hefur verið mjög áhugavert einmitt að sjá hvað bara frábær samhjálp að henni, sko. En mér langar samt að segja, sko, að því það náttúrulega ekkert allt gott við Danmörku og það ekkert allt slæmt við Ísland. Nei, einmitt. Að, sko, þú sem öryrki færð þínar tekjur á Íslandi og borgar skatt af þeim á Íslandi. En skattaprósentan er mismunandi og það er hærri skattur í Danmörku. Þannig að þú þarft að borga auka skatt af örorkubótunum hér. Já, þú ert í rauninni tvískattuð í rauninni, eða ekki? Já, þess að það bara mismunurinn á milli, sko, Já, þú borgar auka skatt. 38% og upp í 40% eða eitthvað, sko, þannig að þú þarft að borga hana mismun. En þú færð náttúrulega svo margfalt meira fyrir peningin hér. Já, einmitt. Þú veist, sko, alla læknisþjónustu og blóðprufur og ef þú til dæmis býrð einhvers staðar og þarft að fara til læknis og getur ekki tekið eitt strætó þangað, þá færðu leigubíl og þú veist, þannig að þetta er allt annað, sko. Já, þannig að velferðarkerfið og heilbrigðiskerfið og allt þetta bara virkar mjög smurt fyrir þannan ekstra skattpenning. Já, það gerir það. Og kannski skólakerfið í rauninni líka. Skólakerfið, sko, að það er líka svona, fer eftir svolítið kommunum með sveitarfélögum. Já. Og mér skilst að til dæmis í mínu sveitarfélagi sé ofboðsleg þjónusta við fatlaða. Ég vissi það ekki til flutninga, sko, ég bara komast að því eftir á. Þannig að... En svo sagðir mér þú hefði fengið... Ég ætla að segja þér með skólana, sko, þegar þeir byrjuðu í skólum, þá hélt ég ætti að fara að kaupa allt, sko. Já. En þær þurfa ekki einu svona blýant, sko. Nei. Það er bara allt í skólanum. Já. En svo foreldra viðtölum að þá er rauðvín og tapas og svo þegar er listasýning í skólanum að þá selja krakkarnir bjór. Já, ok. Maður er bara, þú veist, 10 ára krakkar bara, kostar 20 krónur bjórinn bara á skólasýningu. Já, þannig að það er svona margt ólíkt hvað þetta varðar. Já, mjög, sko. Já, menningin náttúrulega bara, danska menningin, hvað var að drikkju náttúrulega gjör ólíkt. Já, ég man ekki hvað þau eru 15 ára, 14, þess að, sko, í fermingarveislum er bjór. Já. Þá megum við drekka bjór í fermingarveislunum, sko. Akkúrat.
Við myndum ekki vilja það, það ekki á Íslandi, sko. Nei, nákvæmlega, einmitt. Hér allt í lagi að drekka, sko, 1 glös, 3 glös og keyra, sko. Einmitt, já. En segðu mér, þú segðu mér líka að þú hefði fengið svona, kannski eitthvað sem þú áttir ekki vona, en aðstoð fyrir sjálfa þig líka varðandi þín eigin veikindi. Já, nú er ég alveg stór pakki, sko. Já. Og eitt sem við gerðum þegar við komum út, við fengum læknabréf frá öllum læknum. Sem sagt, ég fekk frá hjartalækninum mínum og sykursýkislækninum mínum og geðlækninum mínum og fengum svona læknabréf og svo fengum við lækni og við fórum bara pöntuðum tíma og mættum þarna öll fjölskyldan með öll okkar læknabréf og hún spurði hvað hún gæti gert fyrir okkur og við sögum bara ekki neitt, við ætlum bara að kynna okkur og láta hafa þessi læknabréf. Og síðan þá erum við bara bestu vinir við læknin, sko, því að hann fekk að undirbúa sig og lesa sögun okkar og þannig að, þú veist, hún heilsar okkur út á götu, sko. Já. Og að því að ég með geðsjúkdóm, ég hef með maníu depressív, að þá sendum mér inn á geðdeild, á göngudeild geðdeildar hér. Og ég fekk bara fyrir það að vera send frá lækninu mínum 10 tíma í sálfræðiþjónustu. Okay. Og svo því að ég var með maníu depressív, og þá gekk ég hér til sálfræðings í 2,5 ár, einu sinni í viku. Wow. Frýtt. Wow. Geðlæknin hitti ég 2 á þessum tíma. Já. Því að það bara, en hjá sálfræðingi var ég alveg alla þennan tíma og einum tímapunkti að þá var lífið aðeins erfitt, sko. Og ég var svona, bað að fá innlögn. Og ég fór að hitta þau hérna innlæknardæminu og komin hann og fekk að borða og eitthvað. Svo sögðu þeir bara við mig, að þú ert ekki sjálfsmorðslegum eða neinu, þú ert bara svona náður úr maníu. Og þá setjum við bara geðteymið heim. Já, einmitt. Og þá komu bara geðhjúkur 3 í viku, 1 viku og svo 2 í viku og svo bara 1 sinni í viku. Bara til þess að halda utan með þig og hjálpa þér, sko. Wow, einmitt. Og þannig að gerði það verkum að ég var ekki tekin úr aðstæðum frá börnunum mínum eða, þú veist, og þetta gerðist bara með þær voru í skóla. Já, einmitt. Þetta er alveg magnað. Það er ekki þjónust á Íslandi, sko. Nei, þetta er eitthvað sem að sér ekki gerast hér. Þetta er bara mikið að breytast, held ég. En það er eins og allar rannsóknir og allt, sko, nú þarf ég að fara í blóðpröfu fyrir þessu og hinu og hjartalínurit og ég þarf að fara, þú veist, út af nýrunum og í blóðpröfu þar og eitthvað. Og þegar ég var á Íslandi þá kostaði 590 krónur fyrir mig að fara í blóðpröfu. Og hér er hún frí. Þetta er allt frítt. Allir þessi litli skattar sem þú ert að borga, þó þú ert að borga miklu minna en hinir, að þú ert öryrki, að það er þetta bara frítt. Og þetta er bara frítt að gæsa, þetta er náttúrulega bara innifælið í sköttunum þín. Já, sko, þetta er það, en einhvern veginn verður fyrir miklu meira úr peningnum, náttúrulega leigan er miklu lægri. Já, einmitt. Matarkostnaður er miklu lægri. Já. Þú veist, að borða heima hjá sér. Já. Það kostar jafn mikið að fara út að borða hér á Íslandi, sko. Einmitt. Og það kostar jafn mikið hér að kaupa gos eða bjór eins og gos á Íslandi, sko. Einmitt. En ef maður bara borðar venjulegan heimilismat svona magnaða í vikunni og... Já, þú er alveg efna á steik, sko. Þú er alveg efna á steik 2 í viku og þú veist, þú þarft ekki að borða núðlur, sko. Nei, þannig að þið finnið mun bara á innkaupakorfunni. Alveg rosalega. Fyrst eftir við fluttum með nú, það sáum við eitthvað rosa tilbúð 5 kíló af kjúklingabringur, þú veist, það kostuðu 900 kall íslenskar eða 1200 kall íslenskar eða eitthvað. Við vorum bara ekki með fristi, sko, annars hefðum við keypt þetta. Nema hvað, svo heldum við að þetta var eitthvað geðveikt tilbúð, sko. En á fullu verði kostaði það heldur 1300, sko. Það var bara hana íslenskar, þannig að það var einhver 25 kall danskar eða 50 kall danskar sem var afsláttur þessa vikuna, sko. Og alls konar svona, þú veist, við hlógum bara þegar fórum út í búð. Bara hvað hlutinni kostuðu, sko.
Já, þetta alveg, þetta svolítið svona magnað að hlusta á einmitt. Ég talaði við mann í Svíþjóð einmitt í þessum þætti fyrir hvað, 2 mánuði síðan og það einhvern veginn, og hann sagðist lifa eins og kóngur, sko, sem öryrki í Svíþjóð. Þannig að Já, sko, ef þú ert einn að flytja, sem sagt ekki með maka, að, sko, þá, ef þú ert bara einn að fara af stað frá Íslandi, enga fjölskyldu, ekki neitt, þá held ég hreinlega að það sé betra að fara til Spánar, sko. Upp á, sko, að lifa, því að þegar þú ert farin að borga aukalega skattinn og þegar þú ert að borga húsnæði og færð kannski ekki mjög miklar húsaleigubætur og svona, þá held ég að sé hagstæðara að lifa á Spáni. En ef þú ert að flytja, sko, út að, þú veist, vilt ekki vera í 30-100 stiga hita á Spáni og ert með börn og svona kannski átt fjölskyldu og annað, þá er gott að flytja á Norðurlöndin. Ef þú ætlar að flytja með þér til dæmis bíl, þá borgar sér frekar að flytja til Svíþjóðar heldur en Danmerkur, því að bílar eru helmikið dýrari hér en á Íslandi og þú þarft að borga rosa skatt og allt sem ekki í Svíþjóð til dæmis. Þannig að þetta svona mismunur hvað þú ert að leita að, þú ert bara, þú ert eiginlega að setja það niður fyrir sjálfa þig áður en þú ferð að rjúka af stað. Upplifið þið ykkur svona eins og bara þessi flottamenn frá Íslandi í Danmörku? Nei, við gerum það ekki. Við náttúrulega fórum út, sko, með markmið í huga. Við ætluðum aldrei að fara heim aftur. Það ekki sem sagt á stefnuskránni. En ekki það að við vorum að flýja Ísland per se, sko. Það bara svona ástandið að þjónusta við stelpurnar mínar, sko, nú þurftu þær ekstra þjónustu og í raun og veru að fara í sér úrræði í skóla. En það var bara ekkert boðið í Reykjanesbæ. Þú veist, það var deild þarna, skilurðu, þær gátu fengið manninn með sér, en voru samt bara í venjulegum bekk með 20 krökkum eða eitthvað. Sér skólarnir eru inn í Reykjavík og þú ert að vera verulega fatlaður, sko. En hér þetta bara. En svo náttúrulega tvennu ólíka jafna. Árósar, skilurðu, ekki einu sinni höfuðborgin. Árósar hérna á Jótlandi, stærsta hinn borgin hérna í Danmörku. Það býr 300.000 manns þar. Jafn margir á Íslandi, bara í einu bæ, sko. Þannig að það ekki náttúrulega að vona sér meiri þjónusta. Ég ólst upp í Árósum á Hlutafell. Já, þannig að ég tengi alveg vel við þetta, með þessa barna áherslu á börn í Danmörku. Sko, það hérna, Danir get ekki beðið eftir, þeir vinna styttra á föstudögum, sko. Þeir eru búin klukkan 2 og þá taka þeir krakkana og fara út. Og svo eru þeir bara úti alla helgina að vinna í garðinum og leika við börnin sín. Já, akkurat. Og okkur þykir stundum alveg nóg hvað þeir leika við börnin sín, skilur. Við megum alveg taka það til fyrirmyndar, sko. En svo, það sko, leikur hjá þeim. Þú þarft að setjast niður með þínu barni og leika við barnið þitt. En á Íslandi þá erum við meira svona að hafa þau með. Já, með í því sem við erum að gera. Já, með í því, sko. En það ekki að leika við barnið þitt hér, sko. Nei. Og 2 tímar á dag að leika við barnið eiginlega lágmark, sko. Já. Og við erum bara, hvað meinarðu? Þannig að það svona öðruvísi. Heyrðu, við erum alveg brunnar út á tíma. Ég geti nú alveg tekið klukkutíma viðtal við þig. Margrét. Það nóg að segja frá, sko. Já, einmitt. Ég fæ kannski bara heyri þér líka aftur síðar. Já, ekkert mál og ég mæli með þessari síðu ef einhver að spá og spekulera. Þannig að öryrkjar í Danmörku, ég held að sé danskt í því. Já, einmitt. Minni það. Gott ef ekki. Já, einmitt. Já, og af því þar alltaf einhver, þú veist, einstaklingar eða einhver sem tilbúin að svara og bara að hjálpa, sko.
Akkúrat. Já, herðu, kæra þakkir fyrir þessa innsýn inn í flutning til Danmerkur með íslensku örorkuna sína. Og ég þakka ykkur áhorfið og minni á síðan okkar Öryrkjaráðið á Facebook. Takk.